Ásgeir, flottur sigur í gær og menn þá kannski aðeins ánægðari í dag? Já, það er ólíkt skemmtilegri stemmingin eftir sigurleik heldur en eftir tapleik. En nú hafið þið verið að vinna og tapa svona til víxl, á ekki að reyna að breyta því eitthvað fyrir næsta leik? Jú, það er ekki að gera að vinna á morgun. Möguleikarnir á móti svona sterku dönsku liði? Ég veit ekki, en það er kannski eitthvað að henda ykkur tölu á því. Ég held að það verði bara hörkuleikur og skemmtilegur og ég er bara full sjálfstraust í þetta. Styrkleikarnir þeirra, hvað liggja þeir? Já, ég meina þeir eru náttúrulega bara mjög þéttir á flestum sviðum. Þeir eru með Mikkel í sókninni sem heldur svo miklu leyti á floti. Meðan hann Töft í vörninni sem heldur þeirra vörn svona saman. Og svo náttúrulega Landín í markinu, þannig að ég held að sé svona þessir þrír póstar kannski sem eru þeirra aðalstyrkleiki. Þannig að hjá íslenska liðinu þá er náttúrulega mikilvægt að nýta færin vel og komast í vörnina. Já, algjörlega. Það er engin ný sannindi. Þetta hefst allt varnarlega og sérstaklega í okkur sem við þurfum að fá hraða í leikinn og hraðaupplaup og við þurfum að fá Gauja inn í þetta í hraðaupplaupunum og svona. Þannig að þegar það gengur upp þá erum við að spila vel. Það vantar svolítið upp á einmitt þessi kannski ódýru mörk hjá íslenska liðinu í þessu móti. Já, það má eiginlega segja það. Það var svona verið erfiðir kaflar mörgum leikjum hvað þetta var það sko, en svo þegar þetta er í gangi þá erum við flottir. Eins og segi, það er 16 úrslit, það er alltaf ekki nú bara fóruð í 32 úrslit í bikarnum og eru komin í 16 liða og þetta hlýtur að vera nákvæmlega það sem þið settu ykkur markmið á. Já, þetta er bara þannig lagað alltaf á plani ennþá og við vissum það bara þegar þetta er komið, þá var þetta bara do or die og við viljum meina að við séum bestir í þeim aðstæðum og þá þurfum við bara að sýna það morgun. Þannig að það var bara þessi stöðuleika, það vantar hennar stöðuleika? Já, náttúrulega bara þýðir ekkert að vera með eitthvað óstöðuleika, þetta er bara einn leikur, þetta er bara, það er eins og ég segi, þetta er bara alltaf ekkert, þannig að við getum bara að gjöra svo vel að vera klárar á morgun. Þakka þér Ásgeir, gangi vel.